Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 19. júní, er fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er köllun í kærleika. Eins og áður hvet ég ykkur til að lesa textana í heild, en í lektíunni erum við minnt á að hjálpa fátækum og gefa fúslega. Pistillinn minnir okkur á að elska náungan því Guð sé kærleikur. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá er sagan Lasarus og ríkamanninn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjall dagsins hljóðar svo. Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur klæddist purpura og dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður hlaðinn kaunum lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann seðja sig á því sem féll af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lasarus böl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa er mikið djúp staðfest milli okkar og þín, svo að þeir sem héðan vildu fara yfir til þín geti það ekki. Og eigi verður heldur komist þaðan yfir til okkar. En hann sagði, það er ríkimaðurinn, þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann, það er Lasarus, í hús föður míns, en ég á 5 bræður til þess að vara þá við að þeir komi ekki líka í þennan kvalastað. En Abraham sagði, þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hinn svarar, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, láta þeir ekki heldur samfærast þó einhver rísi upp frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Okkur er sagt í upphafi að sagan sé dæmisaga. Ekki er allir fræðimenn sammála því að Jesús nafngreinir ekki persónur að annarra dæmisagna, eins og hann gerir hér. En ef við skoðum textan á undan Guðspjallstextanum, sjáum við að áheyrendur Jesú eru farisear og þar er tekið fram að þeir voru menn fégjarnir og gerðu gys að Jesú. Sagan dregur upp andstæður í myndmáli af ríkum og fátækum, himnaríki og helju og réttlátum og ranglátum. Og til þess að setja okkur inn í söguna verðum við að vita að almennur hugsunarháttur þessa tíma var að þeir sem væru ríkir vegna blessunar Guðs og að ríkir væru þess vegna réttlátir og ættu öruggan stað hjá Guði. Fátækir hlutu að vera í ónáð og hlutu hafa gert eitthvað til þess að verðskulda sitt hlutskipti. Samanber frásögnina þegar lærisveinar Jesús spurði hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst að hann fæddist blindur? Svo kannski var Jesús að segja þessa sögu sem ádeilu á fariseana sem hlustuðu. Þá sem að drógu til sín fé, töldu sig yfir aðra hafna og töldu sig vera undir ævinlegri og óhagganlegri vernd Guðs.
Svo möguleiki að Jesús láti söguna endurspegla ímynd þeirra lífið eftir dauðann. Til þess að saga hafi áhrif verða þeir sem hlusta að skilja hana. Og vegna þess að Guð kærleikur sagan kannski kærleiksrík ábending til fariseana að þeir væru á rangri leið. Jesús nafngreinir fátækamanninn Lasarus en ekki ríkamanninn, sem gæti bent til þess að Lasarus væri mikilvæga persónan í sögunni, en lýsingin á honum dæmigerð fyrir þá lægst settu. Hlutskipti þeirra snýst síðan við eftir dauðann. Hinn fátæki fer til Abrahams, ættföður Ísraels, þangað sem að hinn ríki vildi fara, en sá ríki fer til helju. Þjóðfélagsleg staða þeirra í lífinu var ekki orsök þessara umskipta, heldur trúin. Því það kemur fram seinna í sögunni að hinn ríki vildi vara bræður sína við. Þeir þekktu allir Móse, spánmennina og boðskap Guðs, þar að segja þeir voru gyðingar. Hinn fátæki og hrjáði Lasarus vildi fegin seðja sig af því sem féll af borði ríkamannsins. Og í sögunni kanvesku konuna fengum við að vita að molarnir sem falla af borðum hinna ríku tákna orð Guðs. Í dæmisögum Jesú það trúin sem skilur á milli hafra og sauða, hveitis og illgresis, ætra og óætra fiska. En þessi dæmisaga gengur þvert á kenningar Jesú að við mætum öll fyrir framan skaparann á efsta degi. Í sögunni segir að Lasarus hafi farið beint í faðm Abrahams en ríkimaðurinn var grafinn og fór til helju. Frásagnir í Gamla testamentinu af Enok og Elía gætu fallið að hugmyndum farisea eftirlíf hinna útvöldu. En þar segir að Enok gekk með Guði, þá hvarf hann því að Guð tók hann. Og í Hebreabréfinu segir: fyrir trú var Enok numinn burt til þess að hann skyldi ekki deyja eins og ritað ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numið hann burt. Og Elía var hrifinn til himins í eldvagni með eldhestum í stormveðri. Svo hvorki Enok eða Elía voru grafnir heldur fóru beint til himins. Kannski voru þessi farisear sem hlustuðu á Jesú vissir að þeir færu beint í faðm Abrahams. Þeir væru hluti af útvalinni þjóð Guðs og ekkert gæti breytt því. Jesús væri þá að tala inn í hugsun þeirra og hugmyndir svo að þeir skilji raunverulega hvað sagan kennir okkur, sem að eftir dauðann breytum við engu. Eins og Abraham sagði við ríkamanninn í sögunni: mikið djúp staðfest milli okkar og þín, svo að þeir héðan vildu fara yfir til þín geti það ekki. Og eigi verður heldur komist þaðan yfir til okkar. Já, djúpið staðfest og óbreytanlegt. Ríkimaðurinn í sögunni vildi ekki gefast upp og segir að bræður hans hljóti að taka sinnaskiptum ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu. En Abraham sagði við hann: ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, láta þeir heldur ekki samfærast þó einhver rísi upp frá dauðum. Nú vill svo til að hinn fátæki Lasarus bar sama nafn og bróðir Mörtu og Maríu sem Jesús reisti upp frá dauðum. En þá voru nokkrir gyðingar viðstaddir og farisear fengu fréttirnar. Svo þeir gátu tekið í þannig að Jesús væri að vísa í upprisu Lasarusar, en hann var örugglega að vísa í sína eigin upprisu. En það erfitt að útskýra þann hluta sögunar þegar að samskipti hinna dauðu fara fram. Jesús lýsti dauða Lasarusar bróður Mörtu og Maríu
sem svefni. Og ég spyr, hvers vegna segir Jesús dæmisögu sem gengur þvert á kenningar hans, því að ríki maðurinn var ekki aðeins glaðvakandi í helju, heldur sá hann Lasarus glaðvakandi í faðmi Abrahams í himnaríki, og þeir gátu kallast á. Sálir sem sofa hafa engin samskipti, svo skýringin á þessu formi sögunar, þessu óvenjulega formi sögunar, hlýtur að liggja í skilaboðunum, að við breytum engu eftir dauðan. Jesús var sannspár í sögunni því að gyðingar tóku ekki sinnaskiptum, þrátt fyrir öll táknin sem urðu daginn sem hann var krossfestur, það varð jarðskjálfti, myrkur frá hádegi til nóns og fortjaldið í musterinu rifnaði í tvennt, og svo reis hann upp á 3. degi frá dauðum. Þessi tákn urðu ekki til þess að þeir tækju sinnaskiptum og gyðingar bíða enn í dag eftir frelsara sínum. Jesús sagði, þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar hans með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta þýðir varla að hann komi og sæki einn og einn í einu. En í dæmisögunni hveitið og illgresið talar Jesús á kærleiksríkan hátt kornskurðartíð. Hveitið og illgresið verður látið vaxa saman fram að kornskurði og allt skorið á sama tíma. Því hann vill ekki að hveitið verði óvart slitið upp með illgresinu ef illgresið tekið á undan. Og óætu og ætufiskarnir verða allir veiddir í sama netið. Þegar Jesús hafði sagt þessar dæmisögur, sagði hann, svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma og skilja vonda menn frá réttlátum. Guð vill ekki að neinn glatist og dæmisaga Jesú bendir okkur á kærleiksríkan hátt á að við erum kölluð til Guðs ríkis og jafnvel þó þekking okkar á Guðs orði sé í formi brauðmola, þá tekur hann á móti okkur með útbreiddan faðminn. Já, þemað í dag köllun í kærleika. Við erum öll kölluð. Það kærleiksríkur Guð sem kallar. Í pistlinum segir að við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Við elskum því að Guð elskaði okkur fyrst. Guð hefur elskað okkur frá upphafi og ást hans til okkar breytist ekki. Frá upphafi veraldar hafa flætt blessanir til okkar frá Guði og Páll segir í Rómverjabréfinu að Jesús drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann, því að hver sem ákalla nafn drottins verður hólpinn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.